ætlar að segja okkur frá heilsustígnum. Hvað er það? Þetta eru 15 stöðvar hérna á Hvolsvelli sem hringur sem 4,2 kilometrar. Dreifður svona víðsvegar svæðið og það eru svona styrktar æfingar, jafnvægisæfingar og svona þolið þegar þú ert að fara á milli. Þannig þetta er svona allt í bland, jafnvægisæfingar, bara allar svona, þú veist hvað maður segja, grunnhreyfingar sem maður er að nýta sér. Og hver er svona tilgangurinn með þessu? Við erum svolítið bara að fólk kannski nýti sér þetta, fer ekki endur í ræktina en það er gott að fara út og taka eina stöð eða taka allar stöðvarnar. Bara þetta sé aðgengilegt fyrir alla, myndi ég segja. Og þetta er bara hérna á opnu svæði alls staðar þannig að bara hver sem getur hoppað á hringinn. Hvað er þetta búið að vera hérna lengi? Sko, ég kem aftur tilbaka á Hvolsvöll 2015 og þá er þetta komið upp, þannig ég er ekki með nákvæmlega ártalið á því. En hefur þú eitthvað nýtt þetta sjálf? Já, sérstaklega þegar ég er með bæði þjálfunina 60 ára eldri því að þá hef ég yfirleitt fært mig út í maí. Þá hef ég labbað til dæmis á eina stöð. Ég var að kenna í leikskólanum íþróttir fyrst þegar ég kom hingað og þá einmitt notaði ég líka svona að labba eina stöð þannig að við lékum okkur á stöðinni og einmitt eins og á þessari stöð. Það er svona smá laut hér sem er hægt að fara í leiki og eitthvað og við gerðum það oft. Mér fannst það geggjað. Vera sérstaklega þegar vorið er að koma og er engin svona skipulögð starfsemi hjá leikskólanum til dæmis. En hvað finnst þér að besta við þetta? Þetta hvetur fólk til þess að huga að heilsunni. Þú veist, þetta er hreyfingin, við þurfum að huga að því að geta hreyft okkur út ævina. Þú veist, bara til að geta verið sem heima hjá sér sem lengst, á maður ekki að segja það, og hugað líkamannum og styrknum og öllu þessu. Finnst þér fólk vera að nýta sér þetta? Já, en mætti vera meira. Ég myndi alveg segja það, sko. En kannski hefur þetta svolítið gleymst, þetta er búið að vera svo mörg ár, það var held ég nota rosa mikið fyrst, en svo bara verður þetta svona partur af umhverfinu. Já. Og kannski eru stöðvarnar mikið notar sem eru sérstaklega í göngufæri. Það er ein stöð hjá skólanum og hún er alveg hellingsnotuð, krakkarnir eru þar í kring að leika sér og það er svona til að hanga til dæmis. Þau nota það. Hvað er þetta langt? 4,2 kilometrar, heill hringur sko. Og það er önnur stöð til dæmis á einum rólóvelli hérna. Og ef ég hef farið með krakka þanga þá er verið að nota stöðina þar. Það er kannski meira að þetta sé ekki nýtt stöðvarnar sem eru svona út úr. Er leikur hér? Nei, er engin leikvöllur hér. Af því? Nei. Hver er þessi? Þetta er yngsti sonur minn, hann Ævar Þór. Hann er svona aðstoðarmaður minn í dag að sýna ykkur og kynna ykkur fyrir heilsuhringnum okkar. Æðislegt. Hann er kraftmikill drengur. Já. Er það ekki, Ævar? Jú. Ég held að hann ætla að verða sjónvarpsstjarna. Ég held það líka. En hvernig finnst þér þessu með börnin? Hvernig finnst þér þau taka í þetta? Eins og ég segi, þar sem að stöðvarnar eru, þá nýta þau þetta. Já. Og hinn sem ég sagði ykkur frá áðan sem er hjá íþróttahúsinu, þegar maður er að labba framhjá, þetta við hliðin á göngustíg, að þá nýtir maður þetta. En hvernig áhrif heldur þetta hafi til lengri tíma? Þetta svona minni mann á að hreyfa sig. Og að maður það er ekki nóg endilega alltaf bara að labba eða bara að gera eitthvað eitt, heldur vinna að fleiri þáttum. Við þurfum að huga að styrk og jafnvægi og þoli og öllu þessu. Og þá náum við kannski að tína það inn með því að vera að nota stöðvarnar okkar hérna, hér og þar bæinn, sko. Þetta er fyrir öll getustig. Þú þarft ekki að vera í toppformi til þess að fara þetta. Þú getur byrjað bara á grunninum og svo getur alltaf bara þróað æfingarnar áfram á hverjum stað fyrir sig. Og einmitt það eru hæðir eins og hér, það er hátt og aðeins minna, alveg sama hvað þú ert stór eða hvar þú ert í getu. Þú getur alltaf gert eitthvað. Og smá er betur en ekkert. Þannig að, já, segir það. Hvar ert þú á þessum skala? Ertu búin að taka tímann? Nei, ég hef ekki tekið tímann. Ég hef svolítið unnið með það að mæta bara, þú veist, eina stöð í einu. Ég er ekki endilega að taka allan hringinn, eins og það er ekkert endilega að fólk kannski horfir svolítið í það að hérna... Nei, ok. Fólki er ekkert endilega, þú veist, ég ætla út í heilsuhringinn núna, heldur þetta að tína inn eina stöð. Já, einmitt. Það þarf ekki að vera... Já, af því þetta er svona áminning að við þurfum að hreyfa okkur og halda góðri heilsu. Já. Já, Ævar Þór. Já. Hvetur ekki bara alla til þess að nota þetta? Algjörlega. Allir bara.
Þetta er bara geggjað að komast út í náttúruna og flottir staðir hérna og þetta eru svo vel gróið og flott og þetta er svona felst inn í umhverfinu. Já. Þannig að, en bara geggjað. Takk fyrir að segja ykkur frá þessu. Það var lítið. Herðu Ævar. Þú mættu með ljósið. Þetta var ógeðslega fyndið. Þú ert lúði stundum. Geturðu skilað þessu eftir, múslingur? Skila þessu aftur sem þú... Hvernig var aftur lagið? Man það ekki. Þarna sérðu.